Komið þið sæl. Viktor heiti ég og er starfsmaður fyrir miðstöðinni í Víðistæðaskóla. Mér langar til þess að renna stuttlega yfir forritið Discord. Fyrir þá sem þekki ekki forritið þá er þetta svona samskiptaforrit sem byggir mest á því að spjalla saman, en forritið býður upp á textaspjall og getur verið svona ágætis miðill til þess að nálgast unglinga á meðan að félagsmiðstöðum er lokað allavega til 17. nóvember og líka bara fyrir framtíðina þá hentar þetta fyrir ýmiss konar starf og ég tel að við teljum mjög mikilvægt að starfsmenn kynni sér Discord og haldi opnunum áfram á þessum miðli. Þannig að það er bara að sýna ykkur snöggvast serverinn hjá Samfés, en það er hægt að ná í Discord sem app í síman eða nota það sem forrit í tölvunni. Það er líka hægt að nota browser discord.com, en það er mælt með því að nota frekar appið eða að downloada forritinu sjálfu. Hérna er með login skjáin. Þið þurfum náttúrulega bara e-mail til þess að búa til account og ég ætla bara að logga minn hérna í þessu tilviki og við sjáum strax hvernig forritið er uppsett. Stjórnborðið er hérna vinstra megin á skjánum og spjallið á stað hérna í miðunni og hérna hægra megin er svona dashboard þar sem við sjáum hvort að vinur okkar sé að gera eitthvað sérstakt. Við byrjum að skoða hérna vinstra megin uppi, sjáum við nokkra flipa. Þetta er home-taki, þannig getur séð hvort einhver sé að senda okkur skilaboð, hvort einhver sé að senda okkur vinabeiðnir og svo framvegis. Og við fyrir meira fyrir neðan home og þá sjáum við þær rásir sem að þessi notandi, Samfés er inn á. Einn af þessum, eða það er að segja server, einn af þeim serverin sem er hér er Samfés serverin. Við klikka á hann, þá koma upp þessar rásir hérna inn á Samfés serverinum undir rásir. Ef við tökum sér dæmi, hérna eru alls konar, það er rásir sem eru með hashtag merkinu, það eru textarásir. Inn á þeim getur við skrifað skilaboð, sent inn hlekki, if, alls konar stöf og þetta virkar bara sem basic spjall, þannig sé. Það getur verið gott fyrir bara textaspjall eða eitthvað sem að krefsa ekki þess að menn tali saman með mikrofón. Ef við förum aðeins neðar, förum hérna í spjall, almennt spjall, ef við íti hérna á rásina, þá er ég komin inn á þessa rás og þetta er spjallrás, þar sem að nota hljóðnum hann. Og þið sjáu hérna græna merkið sem kemur utanum Samfés merkið þegar ég tala. Það þýðir að forritið er að skynja það að ég er að tala og hljóð er að berast í gegnum forritið. Þannig að það virkar í raun og veru. Og dæmi rásir sem er búið að setja upp til sjá þetta hérna, spjall, almennt spjall, trúnó, hérna komast bara tveir inn í einu, spjall 2, 3, 4, hérna erum við með Among Us rás, textarásir hérna og spjallrásir hér er CSGO, menn ætla að spila einhver töluleiki, Dungeons & Dragons, Minecraft, eru fyrirlestrar og ég er búinn að setja þessar rásir upp þannig að starfsmenn sem fá ról, heitir fyrirlesari, fá í raun og veru forgang ef að margir er að tala í einu. Þannig að fyrirlesarinn hann heyrist alltaf hæst í honum, en á þessum rásum þá er fyrirlesarinn í raun og veru sá eini sem getur talað. Það er hægt að fiffa þessi roles með því að fara hérna yfir í upp hérna á serverin sjálfan, bara í service settings, roles, búa til mismunandi roles. Hérna erum við með fyrirlesari, starfsmaður, ungmenni, bottar, admin og svo framvegis og hvert ról er með mismunandi réttindi í raun og veru. Fyrirlesarinn er ekki með almenn réttindi nema bara inn á þessari rás til dæmis hérna sem er þá fyrirlestrar. Og svo erum við hérna með þáttagláp sem er mjög skemmtilegt. Þá getur maður farið inn á netflixparty.com og hort saman á einhverja þætti. Þetta getur skemmtileg liður í net opnin félagsbústöða.
Það er hægt að séra skjánum með ít og handtaka, þannig að það er mjög auðvelt að vera með fyrirlestra. Hér er hægt að kveikja á myndalinu, þannig að þið getur verið mörg saman með myndalinu í gangi ef við viljum það, og þannig að þetta er bara eins og Zoom getur verið, nema bara einhvern veginn miklu meiri möguleikar og það er engin takmörk á tíma. Ég mæli með því að við sem sagt notum okkar eigin félagsmiðstöð servera eða bara samfélagsserverinn. Það sem skiptir máli þegar við erum með svona Discord opnanir er að það þarf að fylgjast vel með hvaða umræður eru að eiga sér stað. Það er náttúrulega mjög, þessi serverar eru mjög svona opnir fyrir nettröllum, þannig að það er að vera vakandi og á tánum svo að kom ekki fyrir einhver leiðindamál. En já, ef ég ætla að fara af servernum sjálfum þá hérna á disconnect. Ef ég vil mjúta sjálf á mig þetta hér, ef ég vil ekki heyra neitt þetta hér, og svo bara að gera að skoða hérna vel stillingarnar og já, nýta þetta sem mest í þessu starfi allavega næstu 2 vikurnar, 3 ár.